Ja, hvernig 2-1 tapirna á heima móti Val rétt fyrir pásu, hvernig svona metur hann leik? Ég bara 3-2 stig, það bara þannig. Við gerðum löngum köflum bara ágætlega í þessu leik og fengum svo sannarlega færin til þess að skora og það okkur vinna, ég meina mörg breyta leikjum og við nýtum ekki úrvalsfæri og ég meina það að móti lið eins og Val þá maður fær ekkert endalaust af úrvalsfæri, þannig að við hefum þurft að gera betur þegar við komum upp í það stöður en opnum þær oft á tíðum vel og sóttum vel sigur kontónum og veist þetta var bara stöngin út í dag. Svo segir mörg breyta leikjum, mér fannst þið koma svona kraft meira út í seinni hálfleikinn en þið voruð í fyrri og svo fáið þetta markið andlitið, það hlýtur að hafa verið sárt svona eftir að byrja hann seinni hálfleika krafti. Já, algjörlega og ég meina ef við hefðum náð að nýta færin betur þá hefði það farið öðruvísi en það bara, ég get ekkert verið, ég er alltaf og leikmenn hundfúlir með að tapa, hundfúlir og en það var bara að bera höfuðið hátt og ég hef áður sagt að flest lið fari gegnum deild með sigur, töp og jafntefli á bakinu, þannig að við bara höldum áfram, það er ekki spurning, það versta að það að bíða helviti lengi eftir að svara þessum leik. Maður vill helst svara tapleiki bara á morgun en við verðum bara að gleyma honum þegar mótið fyrir staðan í. Það er mitt málið að það hefur verið fínt að vinna þann leik svona með á baki inn í pásuna en nú mótið hálfnað, þeir eru ennþá við toppinn þrátt fyrir þetta tap. Hvernig svona metur þið fyrsta helminga mótinu hjá ykkur? Bara á pari. Við erum bara það sem maður lagt upp með þeirra hefur gengið upp og við erum á góðum stað í deildinni og við erum í undanúrslit í bikar og þannig að fyrirlutinni hefur verið góður og þá er mikilvægt að halda vel á spilum og þú veist bara ekki tapa því sem að búið er að ávinnast, halda því og bæti í ef eitthvað er. Hvernig verður þessi pása nýtt? Ætlið þið að fara vel yfir hlutina? Já, við bara eins og flest eða öll, ef ekki öll önnur lið í deildinni þá þú veist tökum við kærkomið 2 vikna pásu og svo bara höldum við áfram og pásan verður bara vel nýtt og leikmenn koma endurnærðir að nýju sem og í öðrum liðum, þannig að það er bara nú fer maður bara að horfa á EM. Talandi um EM, það er leikmaður í þínum hóp sem var svona orðaður við íslenska EM-hópinn, Arna Eiríksdóttir. Þú lítur að hafa verið svekktur fyrir hennar hönd þegar kallið kom ekki? Já, alltaf svekktur ef að leikmenn mínir eru nálægt landsliðinu og komast ekki í gegn og ég bara virði ákvarðanir landsliðsþjálfara og styð hann heilsugar í því sem hann er að gera og ég bara erum öll með Ísland í liði og Steina og það verður bara tilhlökkun að sjá stelpurnar okkar í landsliðinu takast á við verðugt verkefni.